Heilsuvísindi og hvernig við getum elst með reisn umræðefni dagsins og við ætlum líka að forvitnast hvernig heilbrigðiskerfið eiginlega vinnur gegn því að við tökum ábyrgð á eigin heilsu. Hún Lukka Pálsdóttir hefur rutt brautina fyrir nýjar leiðir í heilsueflingu og við ætlum að ræða þessi mál hérna í þessum hluta þáttarins í dag og við ætlum að, ég ætla allavega að fá öll góð ráð til þess að eldast með reisn. Lukka, ef að byrja þar. Já, bara frábær hugmynd. Já, geturðu gefið mig góð ráð? Núna til dæmis ég alltaf að fara seint að sofa og ég dríf mig ekki í ræktina. Já, og langar því að breyta þessu? Alveg ótrúlega mikið. Það kannski fyrsta spurning. Já, ég að valda sjálfum mér svo miklum vonbrigðum. Á hverjum einasta mótni ég einhvern veginn, hvernig stendur á þessu? Og þetta líka bara ekki í takt mig. Það eins og, mér finnst eins og ég sé ekki að hugsa vel mig, ég sé ekki að sinna þörfum mínum. Því það er tókstreyti. Já, ég í einhverju tókstreyti. Og byrju kannski aðeins þá áður en að þú svarar. Og þegar þú ert sjúkraþjálfari, þú ert heilsumarkþjálfi, jógakennari og frumkvöðl og ert búin að vera að ryðja brautina fyrir svona heilsuvísindi sem að ganga eiginlega út á að kenna okkur að taka ábyrgð á heilsu okkar og hamingju. Ég veit ekki hvort ég get staðið undir þessu öllu. Ég vissulega hef menntun sem sjúkraþjálfari en ég starfa ekki við það og ég hef menntun sem jógakennari en ég starfa ekki við það. Þannig að þetta eru svona kaflar í mínu lífi. Ég ekki heilsumarkþjálfi en þú veist, já, ég gengst við þessu að mestuleyti en maður vill líka alltaf tala varlega og ekki þykjast vera eitthvað sem maður ekki og þó maður hafi fengið menntun á okkur sviði þá náttúrulega reynsla mínumati alveg jafn mikils virði eins og eitthvað sem maður lærði milli 20 og 30 þegar maður komin þetta land til lífinu. Þannig að þetta eru svona, mér finnst við stundum festast of mikið í því að skilgreina okkur út frá einhverju sem við lærðum á bilinu 20-25 ára. Já, nákvæmlega. Ok, hvernig myndirðu skilgreina þig í dag? Nei, þetta allt hárrétt hjá þér, skilurðu. En ef ég myndi spyrja þig, þú fengir sjálf að segja, hvað stendur fyrir, hvað ástríðan þín, hvað það sem þú myndir lesa ef þú værir svona einhvern veginn að hefur auðan tíma, hvað myndirðu sæki í? Sko, mér finnst líkaminn okkar og auðvitað andlega hliðin og sálin bara alveg ofboðslega spennandi og ég eyði mestum mínum frítíma í að stúdera allt frá frumulíffræði yfir í andleg málefni og ég held að við séum ein heild. Ég held að við getum ekki aðskilið sem sagt sálina frá líkamanum eða andlega heilsu frá líkamlegri heilsu. Ég held að þetta sé allt keðjuverkandi og tengist allt í einni fallegri heild. Þannig hef alveg brjálæðslega mikið áhuga á öllu þessu sem þú ert að tala um. En já, mér finnst það bara einhvern veginn, ég á erfitt með að skilgreina mig sjálf sem eitthvað. Ég ekki þetta eða hitt, þetta bara svona, mér finnst gaman að hjálpa fólki. Og það kannski það sem að svona einhver eldur sem brennur inn í mér og stundum verður of mikið bál og ég reyna að hjálpa einhverjum sem vill bara alls ekki neina hjálp, skilur. En það er svona mitt passion ef ég með að sletta eða mín ástríða. Að það er bara að finna það að það sem ég gerir skiptir máli fyrir þá mannesku. En ég finnst þetta áhugavert. Það er ekki endilega hvað við lærðum því að í rauninni þegar við erum að læra þá erum við eiginlega bara að læra og svo bara tekur lífi við og þá en það það vissulega hluti af því sem já, og það er grunnur. Já. En svo erum við þetta að elta ástríðun okkar og áhugan og sérstaklega eins og fyrir konu svo þig sem svona mikill frumkvöðl og ert með svona brennandi, hvað ég segja, já, ef við erum heppin, þá erum við alltaf ástríðun okkar. Já. Ef við fáum að gera það eða ef við gefum okkur leyfi til að gera það, það er ofsalega gaman. En þá er það líka það sem að við erum alltaf að lesa okkur til og lærum og spyrjum og setja okkur inn í. Þannig að það verður sérgreinin okkar á endanum, það sem við höfum ástríðu fyrir. Ég mjög fróðlegsfús, þannig að mér finnst mjög gaman að leita svara við spurningum. Hvað sem að maður kallar það nám eða lærdóm eða hvað það er. Að bara vera í svona sífelldri þekkingarleit og alltaf að spyrja sig
hvernig get ég vita aðeins meira, hvernig get ég skilið þetta betur. Mér finnst það alveg rosalega gaman. Ok, áður en að ég fæ ráð fyrir mig, þá langar mig að forréttnast þig í sambandi við þetta, því að manstu hvaða var sem þú var svona síðast að grufla í varðandi heilsu? Síðast, ég bara get svaraði að því að vinur minn sendi bara á mig bara síðast í gæra fyrradag, þá sendi eitt góður læknir í landinu sem með mjög opin augu fyrir nýjungum og svona góðum leiðum og leiðum sem skaði ekki, að það var ég síðast að skoða hvernig saffrónkryddið hefur álíka áhrif eins og Rítalín fyrir ADHD. Hvað segir? Já. Þannig að þetta var mjög spennandi, já. Og það er margt spennandi í þessu fyrir mig, sem þú veist að segja, það er sem sagt einhver læknir sem þú ert þá í svona samstarfi við hópa fólki sem á sömu bylgjulengd og þú. Já, það auðvitað hefur myndast bara í gegnum árin eða áratugina, vil ég segja, að þá auðvitað þeir sem að hugsa eitthvað líkt, þeir tengjast og við sendum oft svona áhugaverðar rannsóknir eða uppgötanir eða eitthvað slíkt á hvert annað. Já. En það er líka eitt sem að ég velt fyrir mér út af því ég hef verið að taka viðtölu lækna og það er eins og það sé stór hópur á læknum sem að farin að velta fyrir sér svona lífstílslæknisfræði. Stækkandi hópur. Já, stækkandi hópur. Já, sem betur hefur. Og kannski þá svona kannski fara að setja spurningamerki við svona hefðbundnar aðferðir að gefa lyf við einkennum og laga með aðgerðum sem að vilja beina athygli okkar að því hvernig við getum einmitt með mataræði og hreyfingu og lífstíl breytt líf okkar. Mér finnst eins og þessi hópu þurfa að vera svona neðanjarðar, inn í skáp með sína afstöðu. Ég held að það sé rétt hjá þér. Nú ég búin að vera svona í, eins og ég segi, áratugi að velta þessum málum fyrir mér og skoða áhrif næringar á heilsu og fyrirbyggjandi hluti og bara lífstíl, hreyfingu, svefn og annað slíkt. Og ég þótti alveg rosalega skrítin fyrir 20 árum þegar ég var ekki á fyrstu bækurnar mínar og fyrir 10 árum þegar við heldum ráðstefnur þessi mál, alþjóðlega ráðstefnur á Íslandi og þá var ég nú að vinna með nokkrum læknum í því og við gáum út eina bók sem heitir Máttur matarins sem kom út fyrir kannski 10 árum, ég og Þórunn Steinsdóttir og í hana skrifuðu 4 læknar og þessi læknar þurfti að sýna ákveðið hugrekki. Það voru kannski á þessum tíma fyrir þetta 10-20 árum, þá voru ákveðnir fordómar og þetta voru álitnar kannski, ég veit ekki hvort ég á nota orðið skottulækningar eða þetta var svona ekki eins mikil virðing borin fyrir þessu, en núna finnst mér þetta að vera að breytast því þeim að fjölga læknarnir sem hugsa þennan hátt og átta sig kannski á að ef við kallum hefðbundna lækningar lyf og skurðagerðir, þær eiga vissulega rétt á sér og eru nauðsynlegar og það er gott að geta gripið í það þegar á þarf að halda en það þarf ekki að vera eina færa leiðin og stundum getum við vanda vali gríðarlega vel þegar kemur að kemiskum lyfjum eða einhverju sem við þurfum að svona inngrip í líkamlega ferla líkamanns og við getum kannski notað bæði mataræði, hreyfingu, streitustjórnun, svefn og jafnvel jurtir og íslensku jurtir til dæmis eins og hefur verið gert í langan tíma þetta áður en við grípum í lyfin. Já. Og það er bara, ég veit ekki hvort fólk áttu á því hvað þetta er orðin svona útbreytt. Það eru bara mjög margir læknar sem hafa góða þekkingu þarna en kannski er það ekki þeim að kenna, þetta er ekki notað í meira mæli, heldur frekar að kerfi okkar þannig uppbyggt að þeir þyrfti að hafa lengri tíma með skjólstæðingu sínum til að geta ráðlagt betur. Já. Og svo er það kannski líka svolítið hugsana villa hjá okkur, bara almenningi í landinu, að halda að læknir sé endilega sá sem hefur mest vita á heilbrigði. Já. Læknir hefur vissilega mestu ráðinn þegar að það bjátar eitthvað á, þegar við erum komið með sjúkdóm eða sjúkleika eða verðum fyrir slysi eða það þarf að tjasla okkur saman og laga beinin eða eitthvað svoleiðis. Þetta er mjög góður en heilbrigði og kannski bilið frá bara svona sæmilegu heilbrigði yfir í
það sem við kallum optimal ástand eða fullkomi heilbrigði eins nálagt því að við komumst, það er ekki endilega sérgrein lækna. Læknar eiga að lækna. Já. Og hvað er í því orði? Það felst í því að það er eitthvað sem þarf að lækna. En ef það er ekkert að mér, en mér langar kannski bara aðeins meiri orku eða betri lífsgæði eða að eldast betur eins og þú komst inn á hérna í innganginum, ef að mig langar til að taka ábyrgð minni heilsu og kannski hlúa henni þannig að síðasti æviþriðungun verði sem bestur, að þá eru sko tækja tól til þess og lífsvenjur og annað. En akkur er það einhvern veginn, ef leggst þetta, út í nú veit ég að þú er búin að standa í ára langri baráttu við kerfið, við landlækni. Akkur er hann að skipta sér þá af því sem snýrað, svona þessum fyrirbyggjandi lífstílsaðgerðum? Sko, ég veit það ekki, að ég get ekki svara fyrir aðra mannesku eða eitthvað embætti. Ekki fyrir kerfið sjálf. En ég hef velt þessu fyrir mér og ég hef verið svo hissa. Af því að fyrir mér er þetta svo augljóst og við einhvern veginn, við sem stofnum Greenfit, hópur koma að því að okkar metnaður, hann liggur í því að hjálpa og kannski gefa upplýsingar þannig að fólk getur betur að hjálpa sér sjálft. Og við lítum á Greenfit og það sem við verðum að gera, mælingarna þar, sem ég veit ekki hvort fólk veit eða hvort þið vilti útskýri. Jú, já, ég held að allir viti hvað Greenfit er. Og ég segja rétt, eða kannski að því þú er að segja það. Ég fór einhvern tíðan í mælingu hjá því þar sem að, viltu segja okkur aðeins frá því? Þú mátt gjarnan segja, af því þá fæ ég að heyra hvernig upplifir þú. Já, sko, ég fannst það mjög áhugavert því að ég fór í alls konar svona þrekpróf og blóðpröfu. Þetta er nokkur ár síðan, ekki? Jú, það er nokkur ár síðan. Og þá verðum við enn að vinna með íslenskri blóðrannsóknarstofu sem heitir Sameind og gerðum sem sagt blóðmælingar á vítamínum og steinefnum og blóðsykru og blóðfitum í gegnum þá, Sameind. Já. Okay. En núna höfum við ekki lengur tök á að gera það. Og það er það sem við ætlum aðeins að tala um. Því að það er búið að vera að bregða fyrir við fæti aftur og aftur. Og en ég man eftir því að svo fekk ég voða fína skýrslu með upplýsingum hvar ég gæti bætt mig og hvað í rauninni sem ég fannst náttúrulega voða gaman þá allavega að það kemur heilsualdur eða hvað er það kallað? Þess að einhver tala sem er til marsum hvernig Já, þetta er kallað svona fitnessaldur eða úthaldsaldur. Já, úthaldsaldur, og og hvað væri í rauninni margt í lagi. Fyrstu hrós þar. Já. Ég man verið segja út þegar ég tók viðtal við þig í kjölfara á þessu og þú sagði, þú verður ekki byrði á heilbrigðiskerfinu á næstu árum. Akkurat, en það er, sko, við í Greenfit, við gerum sem sagt blóðmælingu, við gerum mælingu á blóðþrýstingi og efnaskiptum í hvíld og efnaskiptum undir álagi, úthaldsaldri og þá erum við bara að reikna út hvar er þitt úthald með meðaltal fyrir hvern áratug. Þannig að við getum sagt þú ert kannski með meðal úthald á við fertuga konu þó þú sérst ekki fertug eða þú veist, það getur verið í báðar áttir auðvitað. Og við skoðum fleiri hluti eins og vöðvamassa, fituhlutfall, vöðvadreifingu, hvort það er eitthvað tækifæri frekar í styrktarþjálfun fyrir fótleggi, handleggi, ból, brjóst, bakvið, hvar tækifærin liggja. Þannig að við lítum á þetta, þessar útkomur úr þessum mælingum, eins og bara Google Maps þegar þú ert að keyra. Og ég persónulega þannig að ef ég set óþekktan áfangastað sem ég hef ekki keyrt á áður inn á kortið mitt, þá kemst ég bara hraðar þangað. Þú veist, ég myndi kannski finna hann með því að leita bara, en ég kemst bara hraðar og öruggar á áfangastað ef ég er með kort. Og þetta er eins og kort fyrir heilsuna. Þannig að við getum sagt þér, ertu mjög þreytt, skortir því járn eða átti ekki D-vitamin eða vantar bara æfingar fyrir úthald eða skortir því vöðva eða hvar liggja tækifærin. En hvað er það sem og ef við tölum núna þetta brautirindastarf þitt og við datt allt í einu hug einhver sagði við mig einhvern tíðan verð ekki svona baráttuglöð, þeir sem reiðja brautina, þeir brenna út á endanum og þegar við erum alltaf að reka okkur á veggi. Viltu segja mér svona aðeins frá þessu ferðalagi þínu í
já, eiginlega hvernig kerfið hefur unnið gegn þér. Þarna kemur held ég sko, ég held að ég sé langt frá því að brenna út núna, þó ég mæti alveg þröskuldum og fyrirstöðum og ég var það kannski áður fyrr þegar maður byrjaði og þá leit ég á þetta sem svona baráttu og það held ég að sé mistökum að þar stundum bara sleppa tökum og ég ekki neitt í baráttu. Ef einhver vil leggja stein í mína götu þá bara verður það bara að vera þannig og ég hef ekki stjórn á því. En ég ekki baráttu við neitt, hvorki við embætti landlækni nokkurn annan, engan lækni, engan í kerfinu. en við myndum bara vilja fá að halda áfram að hjálpa fólki. Það er það sem að manni finnst kannski skrítið að sé ekki alveg sjálfsagt. En fáið þið ekki að gera það? Jú, við höfum bara fundið okkar leið til þess. Já. En það sem þú ert að vísa í er að það komu athugasemdir frá embætti landlæknis, það er bara sannleikurinn í málinu og þau báðu okkur að láta af þessari ólöglegu heilbrigðisstarfsemi og við teljum okkur ekki vera með heilbrigðisstarfsemi vegna þess að í skilgreiningu, lagalegum skilgreiningu heilbrigðisstarfsemi þá er alltaf vísa til sjúklinga. Þetta er starfsemi fyrir sjúklinga. Okkar starfsemi í Greenfit er í rauninni fyrir heilbrigt fólk sem langar að hámarka heilsu sína eða bæta á eitthvað nátt. Stundum kemur til okkar, það er alls konar fólk sem kemur til okkar á öllum aldri. Og stundum er þetta fólk sem langar að fara á ólympíuleikana og keppa og bæta sig sekundur í hlaupi eða sundi eða þríþraut eða hvað það er. En stundum er þetta bara fólk sem er að stíga upp í sófanum og langar að breyta lífsvennu sínum og eins og þú, þarf fyrir að sofa, mæti ræktina oftar og svona bara ofsalega venjulega hluti. Og þá getum við verið að hjálpa í því að það sé markvissari vinna og skili þér ávinningi hraðar. Og ég held að þetta sé, það er nýtt á Íslandi og það er eðli brautryðjanda starfs er það mæta einhverjum þröskuldum eða viðnámi. Og mér finnst það fullkomlega eðlilegt. Það á að gagnrýna það sem við erum að gera. Við tökum örugglega ekki alltaf alveg réttar ákvarðanir á hverjum degi og það er bara allt í lagi, þannig læri maður. Það er gott að hafa kannski aðhald og að það sé svona eftirlit. En maður á móti getur kannski ætlast til þess að aðhaldið eða þeir sem ætla að veita aðhaldið komi og kynni sér. Þá starfsemi sem þeir eru að veita aðhald. Og það kannski var aðeins skortur á því þarna árið þegar við fengum þetta bréf að láta þessar ólöglegu heilbrigðisstarfsemi vegna þess að þáverandi heilbrigðisráðherra, hann kom og kynnti sér starfsemina og í rauninni studdi okkur bara með ráðum og dáð. Og við kunnum honum alveg bara ótrúlega mikla þakkir því að það er oft aðeins erfitt að synda á móti straumnum en einhver þarf að gera það ef við ætlum að breyta einhverju og það blasir alveg við í landinu að við þurfum að styðja heilbrigðiskerfi okkar. Það er í rauninni undir miklu álagi og starfsfólki sem þar vinnur er undir miklu álagi. Þannig að það sem við í Greenfit erum að gera erum að hlúa að heilbrigði og efla heilbrigði þannig að við getum notið þess alla ævi og sem síður byrði á heilbrigðiskerfin okkar. Af því það er jú þannig að 80-90% af vandamálum sem heilbrigðiskerfi okkar þarf að hjálpa okkur með er eitthvað sem við höfum áhrif á sjálf með þeim ákvörðunum sem við tökum á hverjum degi sem heitir lífstíl sem við veljum okkur. Já, við langum svo að fá þig til þess að upplýsa okkur meira en það eftir en það sem er dettur í hug út af því að ég veit að þetta var alveg svona stórt fjölmiðlamál og alls konar athugasemdir frá læknafélögum og allstað úr öllum áttum og kannski bara svona fyrir forvitnissækir, hvernig hefur þetta, ég veit að þú ert orðin einhvern veginn svona yfirveguð og sátt við þetta í dag sem er fallegt og áhugavert en þú hefur lært af þessari leið, lært af þessari reynslu. Já og ef maður reynir að setja sig í spor hins, alveg sama hver það er, að þá getur maður alveg skilið þeirra sjóna með líka. Það eru oft einhver hlutir sem er verið að auglýsa eða setja einhvern búning og kannski selja fólk einhverja lausnir sem eiga ekki endilega við bara vísindi og rökastyðjast. Þannig ég skil það alveg að það eiga að vera einhverja hömlur
og samaskapi get ég alveg sagt að fjölmiðlar, hvað vilja þeir? Þeir vilja bara fleiri klikk og lestur og selja sína greinar. En það alveg augljóst að mínu mati að þarna birtu fjölmiðlar fréttir sem þeir vissu að voru rangar. Eins og ég get bara nefnt sem dæmi að Landspítalinn væri að þvo hendur sínar á blóðrannsóknum Grímsvík. Blóðrannsóknir Grímsvík voru gerðar hjá sameind blóðrannsóknarstofu sem eru sama blóðrannsóknarstofa og flestar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu nota líka og læknar og þú veist allt þetta og það var samskipta örðuleiki á milli Landspítala og sameindar sem olli því að einhver fekk niðurstöðu sem var undir röngu nafni, röngu læknanafni, það að segja. Og þetta var blásið upp í fjölmiðlum. Það læknanafn á blóðprufu? Já, sem sagt ég sem sjúkraþjálfari hafði, eða sem ekki bara sem sjúkraþjálfari, það er eiginlega rangt hjá mér að segja það, heldur bara ég sem heilbrigðisstarfsmaður? Nei, ekki heilbrigðisstarfsmaður einu sinni, vegna að ég ekki með starfslífi sem sjúkraþjálfari að því ég starf ekki við fagið. Og ég hef valið mér að standa svona aðeins utan þess kerfis vegna þess að það setur á mig, ef ég að vera bara alveg hreinskilin, það setur raun á mig höft og á frelsi mitt til að tala og það bara þannig að þetta rosa stórt sem þetta segja. Ég veit það, en það það þá út í að þá starfar undir landlækni? Já, og í raunin þannig að þá ber mér að hlíta ráðleggingum þess embættis og stundum þá stangast það á við árangurinn sem viðskiptavinur minn að ná. Og ég sé það bara því við erum alltaf að vísa í rannsóknir og vísindi að mikið af rannsóknum eru gallar. Eðli vísinda í rauninni þróun. Við erum alltaf að skoða, við erum að leita svara við spurningum, við erum að endurmeta, við gerum rannsóknir og það er ákveðið atriði rannsóknir sem þarf að vera til staðar ef það eru marktakar og það þarf að vera að endurtaka þær. Og stundum endurtökum við þær að komast að nýrri niðurstöðu sem, þetta var nú ekki alveg rétt hjá okkur. Við vitum þetta. Og við þurfum að vera alltaf opið fyrir því að skipta skoðun. Og ég meina, við fáum vísindarlega niðurstöður eitthvað sem við erum búin að vita í 10-15 ár. Þú veist, í fyrsta lagi út af því að það tekur bara langan tíma að en svo fáum við líka ráðleggingar sem virðast stangast á við það sem að vísindin segja okkur. Og ég get bara nefnt dæmi, ef þú vilt, að það að segja landsmönnum að þeir megi ekki borða meira en 350 grömm af rauðu kjöti á viku, það að mínum að þetta kannski ekki endilega hægt að færa alveg nógu sterk rök fyrir því. Og ég hef bara séð fólk ná alveg gríðarlega miklum bata með svona karnívar mataræði og já, til dæmis en það eru í rauninni svolítið öfgar og það getur verið tæki sem hægt að beita til skamms tíma til að leiðrétta einhverja ferla, það getur vissulega átt rétt á sér, en ég ekki heldur að segja að fólki bara borða rautt kjöt og ekkert annað. En ég skil þig, við hefum náttúrulega margar sögur af því hvernig það við fáum einhverjar upplýsingar frá heilbrigðiskerfinu sem að reynast svo ekki vera réttar og við vitum að líka það oft lyfjafyrirtæki sem gera þessar rannsóknir. Þú ótt að segja þetta Lukka en ekki bara lyfjafyrirtæki, það eru líka matvælafyrirtæki og það eru sælgætisframleiðendur og það eru ýmsir hagsmuna aðilar. Rauðvínsframleiðendur. Nákvæmlega, þú getur nefnt hvað sem hvaða geiri sem En allir fólk átti sig á þessu? Hvað eru mikla skekkjur í vísindunum? Ég ekki viss um það. Bara hverjir fjármagnaðir, hverjir gera þær, þú veist. Og það ég stundum velti fyrir mér þegar ég vinn við rannsóknir. Það hægt að koma að stað alls konar sannleika. Nákvæmlega. Og jafnvel, ef við erum, þú veist, fyrst að við erum komnar út í þetta, að þá líka tölfræði ákveðið fag og það líka ákveðin listgrein því að við sjáum það bara í stjórnmálum. Hvernig getum við haft 2 stjórnmálumenn að tala fjárhag borgarinnar og þau komast að algjörlega misjafnri niðurstöðu. Þó þau sé að horfa á sömu tölur á blaði. Það vegna þess að við getum, og þetta getum gert í rannsóknu líka, við getum rannsakað eitthvað í mataræði eða virkni einhvers efnis í líkamannum og 2 aðilar geta að skoða sömu rannsókn og komist að mismunandi álygtun. Þannig að þetta bara frumskógur. Þess vegna náttúrulega mikilvægt að við séum með fólk sem að hugsa
hvað ég segja, sjálfstætt. Ég held það. Sem sagt búið að opna fyrir þá hugmynd að það séu skekkjur hérna víða í kerfinu og í þessum upplýsingum sem að ákveður beint. Það heilmikið af skekkjum og það heilmikið af hagsmuna aðilum að bakvið hvað ráðlagt. Já. Og við tökum oft svolítið ráðlegginga frá öðrum þjóðum og þar getum við til dæmis bara nefnt, þú veist, það eru náttúrulega, við getum bara vísið einhvern annan geira en matvælageran, til dæmis sígarettuiðnaðinn. Við vitum alveg núna þegar við horfum tilbaka einhverja áratugi að þar komið fram vísbendingar í rannsóknum sem var kannski stungið ofan í skúfu og túlkaðar á annan hátt og svo framvegis. Þannig að þú veist, iðnaður þar sem eru margir peningar á bakvið iðnaðinn, að hann hefur ítök og hagsmuna að gæta og það bara eðlilegt. Þannig að sko við erum að tala mjög áhugavert og þetta líka svo stórt og við erum að í rauninni kannski út af ég velti fyrir mér foreldrum mínum sem að litu þannig á að læknirinn væri með eiginlega sannleikan fyrir sig. Já, og þeim hefði aldrei dottið í hug að efast það að það væri gott að taka þessa pillur. Nei, og ég meina kynslóð móðu minnar þú veist, það verið að kynna alls konar svona góð lyf, Mother's Little Helper sem var bara, þú veist, eitthvað svona spýtt sem að húsmæður tóku á árum áður. Ég meina, þetta orðið að búið að skrifa þetta margar bækur í Bandaríkjunum og að það var verið að kynna nýjar góðar leiðir til þess að hjálpa konum að taka til, hann eru duglegri heima og eru sáttari, þú veist, með stöðu sína og svo þurftu það róandi til þess að, þú veist, og þetta alveg, kannski, ég að nefna þetta í því samhengi að við erum að taka þátt í þróun og núna erum við komin á hans stað að fólk hreinlega farið að segja, ég ætla að vita eitthvað líkamann minn, ég þarf að vita eitthvað næringu. En kannski ertu þarna að hitta naglan á höfuðið með svona það viðnám sem við höfum mætt í kerfinu vegna þess að við eigum alveg frábært samstarf við fjölmarga lækna og það einmitt svo fallegt og gott og þeir læknar eiga það sameiginlegt að vilja eiga samtal við sjúklingin sinn eða skjólstæðing sinn og kannski fá hann til að leggja eitthvað til málana. Þannig næst bara miklu betri árangur. Ef að sjúklingurinn fær að taka þátt í ákvörðunni, fær að vera upplýstur, skilja af hverju hann eigi að taka viðkomandi lyf eða fara í viðkomandi aðgerð eða breyta lífstílnum á ákveðinn hátt. Og þessi svona samvinna, skjólstæðings og læknis eða hvort sem það læknir eða þetta eiginlega bara svona samnefni fyrir þá sem eru í þessu kerfi. Getur hjúkrunarfræðingur, sjúkraþjálfari, tannlæknir, þú veist, hvað sem sálfræðingur, þetta svo margar stéttir sem koma því að efla heilbrigði fólks og mér finnst það fallegt, mér finnst þetta vera að gerast miklu meira, ég heyrði bara nýbúin hlusta á viðtalvan Ragnar Frey hjá þér og hann talar þetta fallega samstarf við hans skjólstæðinga þar sem þeir í rauninni fá upplýsingar hjá honum og hjálpa við að taka ákvarðanir. Vegna þess að við tökum líka ákvarðanir út frá svo mörgum ólíkum sjónarhornum. Ég voru með að ræða það yfirleitt veit fólk hvað að sér og hvað veldur því. Einmitt. Ef það fær kannski aðeins að hlusta og akkurat. Og ef það heyrir svo fagmanninn hlusta líka að þá auðvitað treystir það frekar innsæðinu sínu og kannski fær að taka þátt í samtalinu. Akkurat. Mér finnst þetta ótrúlega jákvæð þróun. Mjög jákvæð þróun. En það sem ég held að við gerst er að viðnámi kom kannski frá fagmönnum, hvort sem eru læknar eitthvað önnur menntun sem eru kannski pínu hrættir við breytingar, hrættir við að við séum að rugga einhverjum bát sem að þeir eru bara vanir að hafa fulla stjórn á. En ég vil líta þannig á það að þetta þitt líf og þetta þín heilsa og þú átt að hafa sjálfs ákvörðunar rétt yfir hvað þú vilt skoða rétt eins og ég ræð hvort ég keyri eftir korti sem ég þá stundum að gera því ég ekki mjög ratvís og átta mig illa á áttum og svona, meðan að maðurinn minn sem bara með áttunar alltaf á hreinu og alveg saman hvernig hann snýr, hann gæti alveg verið án kort og við eigum bara að fá að velja þetta sjálf. Akkurat. Mér finnst þægilegt að taka ábyrgð minni heilsu þegar ég veit hvort orkuleysi mitt stafar af járnskorti eða hreyfingarleysi eða
lélegri virkni hvatbera eða hvar það liggur. Já, þú ert að tala um það ákveðin svona forræðishyggja þarna í kerfin okkar. Það það, í ákveðnum hluta kerfisins. Já, en má ég spyrja þig, hvað hefur svona verið erfiðast eða særti mest af þeim mótbárum sem þú hefur fengið? Já, það er auðvelt að svara því og það er þegar það er ekki sagður sannleikurinn. Ég á mjög auðvelt með að taka málefnilegur gagnrýni. Ég veit að ég tek örugglega mjög oft rangar ákvarðanir eða réttar á þeim tíma sem ég tek þær en síðan svona í aftursýnis speglinum sé ég ok, ég hefði getað gert betur. Getur þú nefnt með dæmi ósannsögli þar sem að það hefur bara virkilega, þar sem þú hefur bara setið með tárun í augunum yfir einhverju sem er ósangjarnt? Það kemur dæmi strax upp í hugan og það var þegar að viðskiptavinur okkar kvartaði undan að hafi ekki fengið að tala við lækni og hafa fengið greiningu sem var röng en bæði var ósatt. Því greiningin var rétt og hún var að tala við lækni. Þannig að það eru svona hlutir. Já. Hvað snýrist þetta það? Þú veist, ég vil ekki endilega fara eitthvað nánar í það en það er bara sko tökum samtalið vegna þess að það sem við hjá Greenfit erum að gera, ég veit að það er gott. Ég er rosalega stolt af Greenfit og það er ekki bara mitt hugvit eða brautryðjendastarf. Það er líka allir þeir sem koma að Greenfit með mér. Við erum teymi af fólki sem að hugsa líkt og ég vil meina það að við búum yfir hugrekki vegna þess að við erum ekki hrætt við að stugga eins við bátnum, því við vitum hversu mikið gagn við erum að gera, því við sjáum það. Við sjáum viðskipt okkar koma aftur eftir ár með miklu betri tölur, miklu betri líðan, betri lífsgæði, betra hjónaband, betri, þú veist, allt. Hvað er það róttækasta sem að þið eruð að gera? Þú veist, hvað er það þar sem þú segir, ég mæli með þessu en ekki segja neinum. Ekki segja neinum. Ég hugsa að það róttækasta sem ég hafi mælt með sé kjötætu mataræði. Já. Og þar hef ég aftur þurft að kannski éta minn hatt og taka bara algjöra stefnubreitingu, skiptum skoðun. Þú er sjálfur í grænmetisæta og hráfæðis. Algjörlega. Og svona mjög... Ég er að veitingastið í 12 ár sem að lagði áherslu á að kjöt væri alltaf bara minimalist á disknum og allt hitt ætti að vera grænmeti. Þannig að þarna þurfti ég aðeins að kúvenda mínum þangagangi og bara vera viljug til að skiptum skoðun. Ertu ekki alltaf að því? Þarftu ekki ofta að fara og opna fyrir nýjar hugmyndir? Jú. Og ég held að það sé engin rétt ríkisleið bara sem allir þurfa að fara. Ég er ekki sama manneskja núna 55 ára eins og ég var þegar ég var 25 ára eða 35 ára eða eitthvað öðru aldurskeiði. Þannig að kannski er það bara hluti af þroskaferlinu að vera að læra á sjálfan sig upp á nýtt. Kona á breytingaskeiði, bara ekki sama kona eins og kona í barnignum eða, við erum náttúrulega ennþá flóknari verur heldur en strákarnir. Já. Hvað hefur verið erfiðast fyrir þig, svona, svo ég gera þetta aðeins persónulegt, í þinni heilsu og hamingjuvinnu? Hvað hefur svona ögraði mest? Ég held að ég sé reglulega áminnt í lífinu á auðmýkt. Ég hef þurft að kannski þroska það aldrei með mér og festast ekki í því sjálf að þurfa að hafa rétt fyrir mér eða get ekki sleppt tökum á einhverju skoðun sem ég hafði, vera tilbúin að sýna því auðmýkt að ég raunverulega bara veit ofsalega lítið. Já. Það er nú oft tímar sem maður veitir rosalega mikið þegar maður er farin að átta sig á hvað maður veit lítið. Já. En þá á sama tíma að því þú spurði hvað var erfitt, þá er þetta opaslega frelsandi. Já, auðmýktin. Að átta sig á því að ég þarf bara að sýna auðmýkt að því ég get haft rangt fyrir mér alveg eins og sá sem ég er á öndveru meiði við og ég þarf líka að vera tilbúin að sleppa bara tökum á því sem ég hef trúað alveg frá því að ég veit ekki, frá því ég var krakki eða frá því ég með að kenta í háskólanum eða frá því að ég læraði eitthvað starf annar staðar. Nefndu dæmi um eitthvað svoleiðis, eitthvað svona róttæka afstöðu breytingu. Já, mataræði er náttúrulega augljósasta. Já, mataræði er mjög skýrt og áhugavert. Og ég lærði það á einskinni að
allt þetta gremmiti sem ég var að tróða í mig var ekki endilega að gera mig gott, en svo getur vel verið ef ég hefði farið þá leið og verið bara fullkomlega bara á ráfæðinu grammitinu að mér líði líka jafnvel, en ég finn það núna að borða, ég segi oft við fólk sem er að leita eitthvað ráða, við flækjum oft hlutina og förum of svona djúpt í kannski, við kallum stundum að major in the minors, þú veist, fara í, þú veist, eitthvað lítið snefilefni, ég taka meira af þessu bætefni eða eitthvað svona, en mér finnst einhvern veginn einfaldast núna á þessu æviskeiði sem ég stödd á, að hugsa bara hvað var í boði í sveitinu minni fyrir 50 árum. Já, hvað bara næst náttúrunni, einfaldast og best. Já, það held ég að sé einfaldleikin sem við ættum að sækja svolítið í og síðan getum við kryddaðan með einhverjum nútíma hætti svona 10%, eitthvað svoleiðis. Þannig að svona svolítið, hvað ég sé, back to basics, þetta mér í huga að segja, en svona í hreinasta og einfaldasta fæði. Já, ég held að mistökin sem við gerum í dag, ég meina farðu í matvörubúð, alveg sama hvað hann heitir, 80% af því, nú ég að henda þessari tölu fram með engin tölfræðilega rök á bakvið. Þú eru ekki hunguð. Ég myndi giska á 80% af því sem er til sölu í matvörubúðinni. Það er raunverulega kannski ekki að byggja upp góða heilsu, jafnvel skaðlegt. Já. Og þetta er auðvitað samfélagið sem við búum í. Þess vegna vilja margir kalla það sem við glímum við í svona heilbrigðismálum, ekki lífstílstengda sjúkdóma, heldur samfélagssjúkdóma. Ok, útskýra þetta aðeins. Því að við getum náttúrulega ennþá valið hvað við kaupum og það ætti nú kannski að stýra því hvað er í boði. Erum við þá bara almennt að kaupa en þarna höfum við nefnilega völd. Við áttum okkur oft ekki á því, við kvörtum undan samfélaginu. Það eru við sem erum samfélagið. Við búum það til og við styðjum við ákveðna hluti og getum dregið úr ákveðna hlutum með því að stjórna bara með buddun okkar þegar við förum í búðina. Ef við kaupum bara kjötfisk, egg og gremmeti, þá er það sem verður til sölu. En þarna er kannski fólk ekki með réttar upplýsingar. Út af því eins og þú varst að segja að það er ennþá verið að gefa út einhvern fæðupíramíta sem að stenst enga skoðun og þetta eru boðskapur heilbrigðiskerfisins og fólk skamma fyrir að segja eitthvað annað. Það er akkurat máli. En hérna við erum búin að meira sig að leika okkur að því eða ekki leika okkur heldur bara, maður hefur áhuga á þessu og maður vill líka vita, er það sem ég að segja að því það stangast á við það sem einhver annar að segja, eru einhver rök með mínu máli sem ég get stuðst við og eru einhver rök hinum megin sem kannski mögulega eru eitthvað svona smá seki og þegar við köfum voni í þær rannsóknir sem að bak við næringaráðleggingarnar þá finnum við mjög mikið af skrýtnum hlutum. Þannig að það er bara ekkert kannski... Men eru þá einhverjir hagsmunir hugsanlega, einhverjir að fjármagna sem að hafa skoðun? Hugsanlega, en það getur líka verið bara að rannsóknir eru flóknar og rannsóknir mataræði eru sérstaklega flóknar. Það er rannsóknir sem við viðkennum sem svona gold standard eða bestu rannsóknirnar eru svo kallar double blind randomized stúdíur og þær er eiginlega ekki hægt að gera varðandi næringu því þá þarf þetta að vera með það sem er kallað sko lyfleysa og að skoða áhrif einhvers lyfs og notar kontrólhóp og gefur henni lyfleysu og svo berðu saman. En það er ofsalega erfitt að gefa öðrum hópnum kíló brokkoli og hinn brokkoli lyfleysu. Það er í eðli mataræðis rannsókna, þær eru erfiðar. Þannig ég er ekkert endilega viss þetta sé alltaf ásetningur eða hagsmunir eða eitthvað svona... Og svo blandast hugafærið þarna ofsalega sterkt inn. Þannig að margar af næringarrannsóknunum er gerðar með spurningalistum. Og ég veit ekki hvernig minni þitt en ég væri spurð hvað borðaðu marga ávexti í síðustu viku. Ég veit ekki hvort ég gæti alveg svaraði hár nákvæmt. Þannig að mikið af næringarrannsóknum eru gerðar með spurningalistu þar sem þú svarar sjálf og síðan þú veist, við getum talað endalist mataræðisrannsóknum. Það eru bara flóknar, erfitt að draga ályktanir og síðan er oft það sem kallað healthy user bias. Þú stundum eins og ég á tímabili borðaði mjög mikið gremmeti og var mikið að hugsa heilsuna og þá var kannski mín háa gremmetistala tengd því að ég var líka að stunda alls konar aðra heilsueflandi hegðun. Fór mikið í ræktina, fór mikið í sund út í náttúruna, skilurðu. En er það þarna að við vitum samt og ég nú veltaði fyrir mér úti, mér langar svo að heyra frá þér, hvað hefur svona haft mest afgerandi áhrif á
þinn lífstíl eða þína heilsu? Hvar var það þar sem þú áttaði á því, heyru, þetta er málið fyrir mig? Ég er oft búin að upplifa þetta moment. Þetta er málið fyrir mig. Og svo kannski eftir 5 ára er eitthvað annað málið fyrir mig. Og það er allt í lagi í eðli sínu. Því að við erum, eins og ég segi, við erum stanslaust að þroskast og við erum ekki alltaf, líkamann okkar er ekki alltaf eins á ákveðnu skeiði í lífinu. En mér finnst sterkast í rauninni að finna bara svar líkamanns. Já, hlusta á líkamann. Og að gera tilraun á sjálfri mér. Ekki að festast í því að lesa rannsóknir, heldur vertu þín eigin rannsókn. Prófa þú að taka sigur og hveiti eða hvað sem er í tísku að taka út úr mataræðinu eða setja eitthvað inn í mataræði sem heldur sér gott fyrir þig og upplifðu bara svör líkamanns. En fyrir okkur sem erum ekki kannski svona fróð og erum með ástríðu einhverstaðar annar staðar og en langar að einmitt að eiga frábært þriðja æviskeið. Já. Hvað ráðleggur okkur? Líka eins og ég var að segja áðan, ef ég fæ að vera dæmi, hvernig á maður að koma sér í gang? Sko, fyrst er alltaf áhugi og þig langar greinilega til að breyta einhverju í þínu lífi. Þig langar að kannski stilla þig 3 gráður til vinstri eða hægri. Mér langar einhver annar að taka ábyrgð á sig. Já, það er oft þannig. Og þess vegna er eiginlega fyrsta spurning okkar í Grímfit þegar fólk kemur og leitar ráða hjá okkur, þá spurðu hvað langar þig að fá út úr þessu? Hvert langar þig að fara? Ok, langar þig til Parísar, þá er þetta leiðin sem þú þarft að fara, skilur. Langar að finna Eiffelturnin, hann er hér. Og þú kemst þangað með því að beygja hérna til hægri og hérna til vinstri, skilur. En í grófum dráttum bara, ef við erum kannski stór hópur af fólki sem erum akkurat að skríða yfir 60, erum að horfa fram á aðeins farin að finna hennar styrleika í líkamanum á mótnana og finnum meira og meira fyrir kannski orkuleysi og getuleysi. Hvað er það sem þú myndir ráðleggja? Það er sko, við byrjum alltaf að skoða og velja einhvern þátt sem fólk langar að byrja að vinna með. Og fyrir því að því þú nefndir þetta með að fara svo 3:00 og fara ekki í ræktina, að þá myndum við skoða þá þætti fyrst. Hvernig getur við stuðlað að betri svefnvenjum? Gætu þú búið til einhvern ramma? Fyrsta væri kannski að vakna alltaf á sama tíma á morgnana, því það myndi skapa meiri svefnþrýsting á kvöldin. Og kannski skoða koffínneyslu. Það myndi líka kannski ef þú drægir úr henni, sérstaklega eftir háti, myndi skapa líka meiri svefnþrýsting á kvöldin. Þannig að þú væri kannski ekki svo vilju að vaka til 3. En ef ég segi þér að ég er með svona örugglega ADHD en kemst í flæði þegar líða tekur á kvöldið. Ef ég er að vinna, þá eru kvöldin og næturnar besti tími minn. Þannig að ég er alveg rosalegum fókus. Já, með það eru margir sem segja þetta og þá þarf maður að skoða hvaða þættir eru þínu umhverfi kannski. Eru áreiti yfir daginn, þú veist, er þetta einu tíminn þar sem þú ert í næði ein með sjálfur þér, væri hægt, ef þið langar að breyta þessu, væri hægt að finna einhvern annan næðistíma, gæti hann verið snemma á morgnana, þú veist, þá er kannski líka lítið áreiti, ég til dæmis vakna flesta morgna klukkan 5, þá og ég mín moment þar sem ég hlusta á gott hlaðvarp og glósa og lesa einhverja rannsókn eða fyrir ræktina og þá snýst sólarhringurinn auðvitað svolítið við þegar maður fer að vakna snemma á morgnana og nýta þann tíma í svona næðisflæði, ef við getum sagt það. Já. Þannig að þú veist, þetta er allt breytanlegt, það bara fer eftir hvað langar þig að vinna með. Þannig að þú getur eiginlega ekki sagt um mig langar að fara fyrir að sofa og sagt mér svo, en þetta er besti tími minn. Þannig að þú þarf svolítið að velja. En bara ég vissi ekki, þegar ég fór að tala um þetta við þið hérna, þá vissi ég ekki almennilega akkur ég gerir þetta. En svo fyrir við að tala um þetta og þá átti ég máði, það er útskýring á því fyrir mig, þá er þetta bara svona oft einhver neyðarúrræði, ég á eftir að klára fyrir morgundaginn. Já, þannig að þú ert með deadline og þetta er þá, þú er kannski að nota tíman til að vinna eitthvað sem þarft að vera búin að ljúka fyrir næsta dag. Já. Þannig að þetta er stórt verkefni og fólk eru með mismunandi, þú veist, svona viðfangsefni þegar kemur að heilsu og og ég er að hugsa mér eitthvað svona sérstakt sem þú myndi vilja segja, bara við hlustendur sem bestu ráð sem þú hefur eða getur hugsað þér til okkar. Ég held bara í rauninni snúist þetta allt um þinn vilja.
hvað langar þig að rækta með sjálfri þér og mig langar dálítið til að ég vinn mikið með fólki sem kannski búið að velja að vera ekki fórnarlamb og ákveða bara, það er ég sem hefur stjórn í þessu lífi, ég skapa minn eigin raunveruleika og ég ætla bara að taka ábyrgð því og fyrir mig sjálfa þá snýst það eitthvað svona jafnvægislist á milli siglu og aga og síðan svona frelsis og hugrekkis til að leika mér líka og vera ekki endalaust hörð við sjálfa mig, veita mér ákveðna mildi en samt aga, þetta er svona jafnvægislist. En líka leita sér aðstóðar. Ég held að það sé kannski það sem þið eru að gera og ég, mér finnst einhvern veginn eins og fyrir mig núna, það verður eðislega gott að fara og segja að eru til að hjálpa mér að koma þessi lag. Nákvæmlega og það er í boði. Aðstóð er alltaf í boði. Ok, eitt í viðbót hérna, alveg í lokinu til við erum að brenna inn á tíma. Hérna, hvað myndið þú vilja gera í heilbrigðiskerfinu til þess að auka bara heilbrigði Íslendinga? Bara í rauninni eitt orð, samvinna. Að við virðum það að það hafa margir eitthvað til málun að leggja og við eigum að styðja og rétt út hjálparhendur, styðja hvert annað, vera í samvinnu, ekki halda að það þurfa að berja annan niður til að rísa betur upp sjálfur, heldur hlúa hvert öðru, menn þetta er sameiginlegt verkefni okkar allra. Við erum langlíf þjóð, við búum við alveg ótrúlega góðar aðstæður í þessu landi og við eigum frábært heilbrigðiskerfi, við eigum ótrúlega vel menntað og öflugt fólk í heilbrigðiskerfinu og við eigum að gefa þeim líka frelsi. Þú talar svolítið eins og stjórnmálmaður. Hefur þið hugleitt að verða bara heilbrigðisráðherra? Nei, aldrei. Ég myndi aldrei treysta mér í það starf. Ég held að sé bara alveg gríðaleg pressa og erfitt starf. Þannig nei, ég myndi ekki treysta mér í það. En ég gæti hins vegar hjálpa heilbrigðisráðherra. Ég er samfærum það. Býðið fram sem aðstofmaður heilbrigðisráðherra. Já, kannski ekki í það starf, en ég veit að við í Grímfit höfum rétt heilbrigðiskerfinu hjálparhönd, okkur langar til að gera það áfram og þannig létta á álaginu. Þess að álagið er fyrst og fremst út frá lífstílstengdum sjúkdómum og þar getum við bara verið í forvörnum og unni gríðarlega vel. Og við höfum meira Þetta er svolítið góð hugmynd. Það er sem sagt til þess að eiginlega spara í heilbrigðiskerfinu á að styðja við forvarnir og heilsueflandi. Þá að fjölga heilbrigðum Íslendingum. Já. Það er bara augljósa máli. Auka heilbrigði. Og það allir vinna. Einstaklingarnir, þeim líður betur þegar heilbrigðir, kerfinu líður betur, það þarf minni fjármuni í kerfið. Þetta er bara einhvern veginn svo augljóst. Og við höfum meira segja, kannski bara að því það er ekki víst að allir starfsmenn Landspítalans vita af því, að við hjá Greenfit erum með góða afsláttakjör fyrir starfsfólk Landspítalans að því það þarf að hlúa að heilbrigði þeirra líka. Þetta er fólk sem vinnur undir gríðarlega álagi að mörgu leiti eða margar deildir og við viljum gjarnan styðja þau líka til heilbrigðis. Ekki bara með því að efla heilbrigði landsmanna, heldur líka starfsmanna heilbrigðiskerfisins. Og kannski bara eitt af lokum sem ég tek náttúrulega eftir er að þú ert bara tilbúin í samtali, þú er ekkert að fela, allir með að koma til okkar og prófa og kynna sér þetta. Og þannig að það er ekki ótti sem að stjórnar þér. Það er engin ótti, ég er gríðarlega stolt af starfsemi Greenfit og ég hef líka lært það að ef að mér verður ekki gert kleift að starfa áfram fyrir Greenfit, þá bara fyrir að gera eitthvað annað. Þá er lífið bara að færa mér eitthvað annað tækifæri. Þannig að þetta snýst ekki um mig og ekki mitt ego og ekki mínar hvorki starfsraman né annað. Við erum bara að reyna að hjálpa, gera vel. Frábært, takk fyrir þetta spjall og bara, ég ætla Við erum bara að skoða þín mál síðan aðeins svona meira prívat. Það verður bara svona persónulega milli okkar, sko. Og við fáum kannski, mér langar að tala fleira við þig og ég fæ kannski að leita til þess en við ætlum að segja þetta gott í bili og við höldum að með þáttinn eftir þetta. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.